Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla núna sorgaratburðina í Hraunbæ sem að gerðust í 2. desember 2013 þar sem Sævar Rafn Jónasson lét lífið eftir árás lögreglunnar. Og þessi atburður hefur eiginlega rennt stoðum undir þetta sem sumir kalla ruglkenningar mínar, að þessi atburður sameinar töluvert mikið af kenningum og rennir stoðum undir þær. Þið munið í vídeóum hér áður, þá hef ég talað elitumafíuna, Bilderberg-grúppuna, samruna fyrirtæki og ríkisvald sem heitir fasismi á íslensku. Og og við munum að Björn Bjarnason og félagar höfðu mikinn áhuga á að stofna her og leyniþjónustu. Og þú stofnar her til þess að drepa fólk. Þú stofnar ekki her til annarra verka. Og þeir fengu ekki að stofna her. Já, það var óvinsæl hugmynd, en þeir hins vegar breyttu sérsveit lögreglunar sem ég hef kallað svartstakka haugana og þeir hafa breytt henni í herdeild og það eru 50 til 60 íslenskir sérsveitamenn að störfum, en Finnland til dæmis sem telur milljóna íbúa með 70 sérsveitamenn. Þannig að það ofboðslega mikið óeðli í gangi í þessu máli og eru að staðfestast þessar kenningar mínar. Rannsókn saksóknara hefur öll meira og minna snúist verklagsreglur, hvort að þetta hafi verið fylgt eftir lögum og fleira slíkt, og athuguðu það að þessar verklagsreglur og lög eru skrifuð af elitumafíunni, Björn Bjarnasyni og þessum aðilum. Þeir skrifa þennan ramma sem að leiðir til þess að svona atburður gerist. Og ég mun í þessu vídeói fara í svona einhverjum atriðum yfir niðurstöðu ríkissaksóknara, þá skrípu og skýrslu. En ég ætla að byrja á mjög frægu máli, þar sem við Íslendingar erum reyndar innvinklaðir, og til þess að setja hlutina aðeins í samhengi. Og að þarna eru morð framin og löglega. Það voru í sjálfum sér engin sérstök lög brotin, sem að segir okkur það þegar valdstjórnir fara að setja lög til þess að drepa borgara sína, þá erum við komin í vond mál. Ég ætla að leyfa ykkur að hlusta á þetta fyrst, ég mun setja linkan á flestu fyrir neðan. More, they keep walking by, and one of them has a weapon. Roger, receive, Carter. Okay. 208. See all those people standing down there? 7. Stay firm. And open courtyard. Roger, I just estimated there's about 20 of them. Oh, yeah. That's a weapon. Yeah. Looking at 26, crazy horse 18. We'll call for exchange by Charlie McFarland.
Hotel 26 is training horse 18 have individuals with weapons. Já, ég vildi endilega sýna ykkur þetta til þess að setja hlutina í samhengi. Sko, Ísland er náttúrulega hluti af heiminum og er trúlega hersetið af Bandaríkjamönnum eða þessari elitu mafíu sem tegir sér reyndar allan heim, Bretland og allstaðar. Og mönnum finnst þetta kannski barnalegt að setja þetta í samhengi. En þið munið sjá síðar að það er fullt samhengi hérna á milli. Og ef við byrjum bara, ég ætla reyndar að minnast hérna fyrst á skýrslu sem að ég mun setja linkin á hérna fyrir neðan, eða þetta er verkefni, ég minnst á þetta áður, lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði. Og þið sjáu þessu collateral damage vídeói, eða collateral murder reyndar eins og ég held að það hefur kallað, sem er réttnefni, að þá sjáu þið hérna hvernig þeir tala þessa ljósmyndara sem þeir ætla að fara að salla niður. Og þeir tala þetta sem einhverja í mjög neikvæðri merkingu þessar manneskjur sem þarna eru. Og ef þið blaðið, ég hef nú farið í þessa skýrslu áður, ef þið blaðið í gegnum það sem að lögreglumenn kalla fólk eins og Sævar, að þeir kalla fólk eins og Sævar hauga. Og hérna, það er nafnið sem að þeir gefa þessum manneskjum sem þeir vilja fara að drepa. Og það er óbærslega mikilvægt að skilja orðanotkun og heilaþvottin sem er í gangi. Og til þess að þið lesið þessa skýrslu, þetta lokaverkefni sérsveitina, þá sjáu þið mjög skýr dæmi heilaþvottar, alvarlegs heilaþvottar. Og það kemur líka fram í hérna þegar við förum að blaða í gegnum þetta skjal frá ríkissaksóknara sem var birt í gær, og það var birt á föstudeginum 13. júní og vill svo til að það telur akkurat 13 blaðsíður. Þannig að þetta er nú sennilega gert til þess að stríða svona samsæringum eins og mér. En það er full athyglivert að þessi skýrsla sé birt af því að þessi elitu mafía er svo hjátrúarfull og talan 13 er uppáhaldstalan hjá þeim sem sýnir ennþá þessi sterku tengsl. Og hérna, ég tel að þessi dagsetning hafi ekki verið neinn tilviljun og þetta kemur akkurat þegar heimsmeistarakeppnin er að byrja. Og þannig að þannig greinilega verið að velja birtingadag til þess að reyna að svæfa máli sem allra mest. En ég ætla að renna í gegnum skýrsluna og hérna við sjáum að hérna byrja þeir á því að fjalla kærunar, kærur á hendur starfsmenn lögreglu fyrir, þið getur alltaf að lesa þetta. Og hérna er verið að tala að hvort þetta sé í lagi. Og þið sjáuð ef þið farið að fara yfir, sko, lögreglumenn eru með stöðu vitna. Þeir eru nýbúnir að drepa íslenska ríkisborgara og þeir eru með stöðu vitna en ekki stöðu grunara. Tek eftir því fyrst. Og allir þessi lög og reglugerður eru frá 2008, 2006, 1996. Þetta er allt á þessi tímabili þessara manna sem ég hef verið að minnast á, sem að hafa verið að reyna að byggja hér upp lögregluríki. Og hérna, það sem ég tel að ég við í þessu máli er 215. greinin. Ef mannsbærni hlýst að gáleysi annars mann verða við sektum eða fangils alltaf 6 árum. Og hérna, og ef við förum aðeins yfir tímarásin á þessu, tímaröðina, þá
þetta svona cirka upp úr 2-leitið, 2:12 kemur fyrsta tilkynningin og upptökur eru frá 2:50, þetta svona milli 2 og 3 sem þetta mál fer af stað. Og það sem athyglivert við upphaf máls að hver tilkynnir það tilkynnt tónlistarhávaða og og það talað að sá sem að tilkynnti atburðin sem á næstu blaðsíðu framkom að tilkynnandinn hefur sinnt herþjónustu. Sjáum það og það smell passar inn í þessa kenningu mína að þetta hernaðar aðgerð, að þetta Sævar hafi raun verið stillt upp. Og svo verið að telja okkur trú í þessari skýrslu líka að lögreglan hafi ekkert vita hvaða maður þetta var, lásasmiðurinn vissi hver þetta var en ekki lögreglan. Ég held hins vegar ef að þú eins og ég hef sagt áður, til þess að fá blóðhunda til þess að veiða þá þarf að koma blóð í kjaftin á þeim, og sama með þessa svartstakka hauga, það þarf að koma blóð í kjaftin á þeim til þess að þeir verði viljur til þess að fara að drepa fólk. Og þessi aðferð sem verður að beita hér ekkert furðulega aðferð. Þeir fari gegnum heilaþvota prógram og núna verið að koma blóð í kjaftin á þessum svartstakka haugum. Og þarna strax með tilkynninguna aðili tengdur herþjónustu. Og ég auglýsi hér með eftir nafni á þessum aðila þannig að við getum fengið nánari upplýsingar hver þetta Hann segir að það sé skotkvellur. Og ef að ég til dæmis ætti að framkvæma svona aðgerð sem ég myndi reyndar aldrei taka að mér og þvertaka fyrir að framkvæma, en ef ég ætti að leggja einhverja lógík í það og verkefni að fá svartstakka haugana til þess að byrja að drepa fólk, þá þetta fórnarlambi sem ég myndi byrja á því að velja. Að því að hann liggur svo vel við höggi greimaðurinn, að þekkta hvernig hann bregst við lögreglóbeldi og og ég legg engan trúnað á það að lögreglan hafi verið svona illa upplýst eða þeir sem eru í bak stjórnstöðinni sem að sama og þið sjáið þessu collateral murder vídeó, það öllu stýrt frá bakarbyggjum eða stjórnstöðinni. Og þeir menn voru ekkert sérstaklega rannsakaðir, þeir eru svona algjörlega yfir lögin hafnir, þeir menn. Og ef við horfum aðeins á skýrsluna, þá einmitt rakið hvernig, þar þetta þessi hermaður, hann byrjar að gefa rangar upplýsingar. Ríkissaksóknari, þeir geta nú ekki einu sinni farið rétt með þessar skammstafinir, fyrst heitir hann B og svo heitir hann M, sem þeir kölluðu á nafnið. Og hann sem sagt var í vondumálum í Noregi og síðan byrjaði fyrstu árásina aðförina byrjaði þetta voru svona 3:30 eitthvað cirka svoleiðis og það eitt athyglivert sem að ég tek eftir og það hann segir ég byrja strax að skora á hann segja þessi vopnu lögregla þetta bara það sem búið að þjálfa þetta bara þjálfunin kemur þarna beint inn þannig að hann semst að lýsa því lögreglumaðurinn að það búið að heila þvó hann ekki manneskja lengur, hann fer eftir procedúrum og það það sama og við sáum skýra mynd af þannig collateral murder að þetta fólk þjálfað upp í að fara eftir skipunum í gegnum talstöð þetta eru svona róbótar sem ég kalla svartstakka hauga af því þetta eru algjöru haugar þessir menn og
Og síðan hérna mjög svona fálmkennd atburðarás hérna klukkan 3 og það vill svo heppilega til að sérsveitarmaðurinn tekur skjöld, það á að vera bara eitthvað svona tilviljun. Og hérna er það staðfest að í málakerfi lögreglu er allt vitað hann Sævar, það er engin leyndamál hann. Og við sjáum að þjálfaðir eða heilaþvegnir sérsveitamenn hérna þeir segja sem sagt afsaki ég að lesa þetta blaði hérna þeir alltaf að kalla M1 eða M2 og hérna bendi og hérna en ég bendi einum á sem kom þannig niðurstutt eftir að hann heiti Sævar og þá fara þeir alltaf að kalla hann sem sagt Sævar að það er verið að telja okkur trú það að sérsveitaði lögreglumenn með beint talstöðasamband við höfuðstöðar sem eru með heilt tölvukerfi og Keystone og þeir eru með upplýsingakerfi dauða sem hvernig einn og einasta Íslending og að þeir hafi ekki vitað við hvernig þeir voru að glíma en að lásasmiðurinn vissi það. Þetta er svo mikil heimska að það hálfa væri nóg og allt í lagi, síðan halda þeir áfram þeir fara sem sagt, ég ætla ekki þetta er mjög ruglingslegt á þessu stigi og það hefur greinilega tekið svolítið tíma í að fá mennina upp í að koma blóðbragðinu í munnin á svartstakkahaugunum það hefur tekið svolítið tíma og eins og ég sé þetta það þurft að koma sérsveitamannunum í þá aðstöðu og því styrt úr bakherbyggjum að það þurft að koma þeim í þá aðstöðu að þeir höfðu ekkert val annað en að drepa mannin eða skjóta hann allhressilega allavega og helst að drepa hann allavega og ég hef lagt fram áður þá kenningu að þetta hafi verið skipulögð morð aðgerð það markmiði var að koma að þessi niðurstaða eða næst þessari niðurstöðu kæmi en ég ætla ekki að fjalla meira þetta akkurat þarna í meiri detail en í aðalatriðum þá fengu þeir upplýsingar þarna væri maður búin að fremja sjálfsmorð og þeir fara fullvopnaði með alla hjálm og allar hlífar í að opna hurð til þess að dauða mann og hver sem trúi því nú og síðan opnaður hurðina og það er skotið á þá tilbaka og þetta er sem sagt að gerast þarna 3:00 og þá segja þeir að rýming stigagangsins hófst klukkan 4:18 þetta er sem sagt það er búið að skjóta þarna á þá og hálftíma eftir að var skotið á þá sýnist mér þá ákveður að rýma en þeir rýma bara einn stigagang þeir rýma ekki hverfið en síðan bera þeir við seinna í skýrslunni eða í þessum skrýp og pappir þeir bera því við að hafi verið að ræða gríðarlega hættu almanna hættu og blaðsíðu 6 þá er eitt dæmi orðafalsanir þar sem er verið að leyniskytta er kallaður sjónpóstur þetta er ekkert annað en leyniskytta og og síðan er tekin ákvörðun að hringdu þeir svona í fálmkenndum hringingum mér sýnist að þessar hringingar hafa nú verið meira svona þess að réttlæta eitthvað eftir á og
að þeir hafi hringt hérna á 5 mínútum, áttu sér stað á 5 mínútna tímabili í staðin fyrir að setja, og þeir hringdu einu sinni í farsímana einu sinni í farsíma, og þarna kemur önnur ásökun frá mér vítavert gáleysi og að þessi menn eiga að vera í fangelsi. Þegar að einn kæruliðurinn ef mannsbanni hlýst af gáleysi annars manns, að það á fullkomlega við í þessu máli. Nú þá að lögregla hóf að skjóta gasflugum inn í íbúð klukkan 5:55, þannig klukkan að verða 6. Og þarna 5:55, 4:18 var allur stigagangur hreinsaður út, þannig að það var ekkert fólk þarna og þeir voru sem búin að hafa 2 tíma til þess að hreinsa hverfið. Þeir segja að þeir hafa bara ekki nefnt því nánast. Þetta bara einhver haugur þarna inni, við nennum ekkert að vera að rýma hér. Og þið getið lesið það í, og svo segir þær það er á blaðsíðu 7, sjáu þið. Þau gögn, byrjum við. Þau gögn sem nú liggja fyrir andlegt heilsufar, og þeir eru að tala að þeir eru að telja ykkur trúum það að núna höfðu allt í hennu fullt af upplýsingar þennan mann sem þeir höfðu ekki fyrir, sem er höfðu að lýja, því að sérsveit aðgerðastjórnunin í höfuðstöðum lögreglunnar og þeir eru með allar tölvur heimsins til þess að vita nákvæmlega hvaða maður þetta er, og eru með alla baksögunans og alla hljóðhlerannar af öllu sem hann hefur sagt nánast örugglega. Já, þess að full reyndan á sambandi með símleiðis, það var 5 mínútur reynd að ringja og einu sinni í farsíman, hann svarar ekki, funnum bara í staðan fyrir að þeir eru með sérstaka samningatæknimenn, að sitja þá bara í að ringja allan tíman frá þarna klukkan 2. Þá reyndu þeir í 5 mínútur að ringja í hann og málið dött, förum og dreipum hann. Já, kemur í raun þessi skýrsla, ef þið hafið hort á önnur myndbönd hjá mér það sem ég er að fjalla með þetta mál, þá þessi skýrsla í raun að staðfesta kenningar mínar að margar hverjar. Og á botni blaðsíðu 7 að þá talaður yfirmenn sérsveitar hafi borið að það með hliðsjónar mati þeirra á hættustandið sem var á vettvangi, þá hafi þeir ekki heimilega almenni borgar að færa á stigagangin til að freista þess á sambandi við Sævar. Og full var reyndan á sambandi við símleiðis á þessum 5 mínútum sem sagt. Að þeirra mati var almannahættu að ræða með hliðsjón af því að atvikið átt sér staðinn í miðju íbúðahverfi þar sem fjöldi manna býr. Þarna náttúrulega bara hrein ástæða til þess að sitja næstu í alla þessa vitleysinga í fangelsi. Ef að það er rétt að þarna var gríðarlega mikil almannahætt í gangi, þá hafði þessi fávita hópur, þessi hauga hópur, hafði 2, 3, 4 klukkutíma til að hreinsa svæðið. Þannig að ef að þarna var gríðarlega almannahætt á ferð, þá er hún sköpuð af ríkislögreglustjóra og svartstakar haugunum hans. Þannig að þessi ábyrgð liggur hjá þeim sjálfum. Síðan segja þær á botninum sem að sýna hvað eru gjörsamlega steiktir þessi gaurar, eins og í collateral murder-vídeóinu þá eru þeir með myndavélar og þeir sjá alltaf byssur Þeir í þyrlanum sem voru að drita á það og margra kilometra fjalla sáu byssur, en þetta eru myndavélar. Og þarna neðst sjáu þið að gæti og svo allt bara svona gæti hugsanlega og viss ekki, og þá náttúrulega dregur aðgerðir ef þú veist ekki neitt í þinn haus. Og þarna segja það neðst, Sævar gæti haft fleiri vopn í fóru sínum, til dæmis riffil sem er mun langdrægar á vopn en haglabissa og heimatilbúna sprengju. Sævar skaut 5 skotum samtals og 3 af þeim voru í morðárásinni þegar réðust inn á drápan.
og hinn 2 hafa þá sennilega verið blömmarið út gluggan í einhverjum pyrringi eða eitt skot var blömmarið þegar voru reyna að opna hurðina og þessar tölur stemma heldur ekki við það sem vitni hafa sagt við fjölmiðla. Vitni hafa talað að þarna hafa verið skotið 50 til 80 skotum. Hugsanlega það heildarfjöldi þá með þessum gasskotum. Fólk gerir kannski ekki greinamun á því. Hins vegar ætti þessi hermaður að þekkja muninn á þessu öllu og engin veit hver hann. Það eitthvað svona huldumaður. Og síðan halda þeir áfram og þarna staðfestir það skeri hvað ég nálægt í kenningunum mínum í hinum vídeónum í desember. Þá litu yfirmenn sérsveitar til þess að stuttum tími var til stefna fólk væri til vinnu, börn í skóla og leikskóla og svo framvegis. Rýming húsa með tilliti til hættusvæðis hafi verið mjög tíma og mannfrek aðgerð. Íbúarnir jafnvel verið í hættu með hliðsjón að því meðal annars að Sævar skaut tvisvar út á bílaplanið og bla 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 bla. Þetta algjört kjaftaði sko. Að því að Sævar skaut ekkert út glugga fyrir en að gasárásin byrjaði og það var eitthvað 5-leytið sem hún byrjaði. Þannig að þeir hafðu fullt af tíma til þess að rýma þetta svæði. Þannig að þeir eru í mótsögn við sjálfan sig. Þeir eru að lýsa þessu svaka hættu ástandi og almannahæll og þessi söngur valdstjórnarinnar þegar hún að framkvæma svona ódæðisverk. En það stemmir ekkert við raunveruleikann. Þeir höfðu fullt af tíma. Sko Sævar skaut ekki nema að honum væri sótt. Það ekkert í þessu gögnum eða fréttaflutningum eða neitt sem bendir til þess að hann hafi skotríðað fyrrabræði. Þótt að þeir sjáu hvernig reyna að halda því fram í loka árásinni hafa hann skotið sig. En það segir líka þegar þeir, það hérna blaðsíðu 11, ég ætla að hoppa í það, að þeir tala sko, og svo gildir allir vafi bara á annan veginn. Það gildir engin vafi gagnvart Sævari. Og hérna segir það verkar refsilaust sem menn vinna af neyðvörn að því leyti sem það hefur verið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás sem byrjuð eða vofir yfir, en það hafi ekki verið beitt vörnum síðan auðsýnilega hættulegri en árásinn og tjón það sem af henni mátti vænta gaf ástæðu til. Samkvæmt þessari klausu, þetta 12. grein almennra hegningarlaga, þá má jafnvel túlka þetta þann veg að Sævar hafi verið í fullum rétti. Hann hafi verið fyrsta lagi, þá var ekkert skot í íbúðinni hjá honum. Það var lygi af þessum hermanna eða fyrirverandi hermanni. Það var ekki satt. Fyrsta skipti sem hann skaut var þegar þeir boruðu upp hurðina með óvorðum borgara fyrir fram að sig sem fallbyssufóður. Þá skaut hann þegar þeir voru að brjótast inn í íbúðina. Og þeir hefðu aldrei átt að fara inn í íbúðina og athuga það lásmiðurinn vissi nákvæmlega hver bjóð hana. Því að hann segir sjálfur, ég leiðir þetta og segja Sævar bjóð hana, af hverju töluðu þeir ekki við hann áður, spurði, veist þú hvað býr hana? Og þannig að það stendur ekki steini við steini í því sem að þessir svartstakka haugar að ljúga. Það bara með að lesa þessa skýrslu, þá sérðu fullkomið mót, hún í mótstöðu við sjálfan sig og það ríkið saksóknari kemst bara að þeirri niðurstöðu eins og þeir komust að í collateral murder, þeir komust að að þetta var allt í lagi að drepa fólk svona. Nú síðan farið í þessa gasaðgerð, þá skjóta þeir 36 gasvökvaflaugum sem þeir kalla þetta og ég ætla að sýna ykkur þetta á blaðsíðu 9 hjá þeim. Og á blaðsíðu 9 þá segja þeir okkur að það í miðjunni að þeir tala að notkun hennar, þessar gasflauga, notkun hennar hefur í för með sér væga íkveikjuhættu og það var búið að kalla slökkvilið. Og muniði að ég var nýbúin að vitna í þarna þar sem þeir töldu að Sævar hefði líka heimatilbúnar sprengjur.
og þeir eru ekki búin að rýma svæði, það fullt af borgurum þarna í öllum blokkunum í kring og þeir eru að skjóta inn eldflögum sem eru sem eru sem sagt eins og við segja bara sjálfur íkveikju hættu, það eru hættulegar gagnvart íkveikju og svartstakka hauganir að segja okkur það þeir hafa skotið flögum inn það sem þau bjuggust við að var fullt af heimatilbúnum sprengjum með fólki í öllum íbúðunum í kring og ríkissaksóknari og innanríkisráðuneytið segja bara já, allt í lagi, það bara svona er lífið. Það bara ef að einhver situr á fullt af sprengjum inn í miðju íbúðahverfi þar sem að sofandi börn og almenningur þá skjótu við inn eldflögum sem geta hugsanlega sprengt það í loft upp. Þannig vinnum við og það er allt samkvæmt verklagsreglum okkar. Þannig að þetta stenst ekki. Og ég reyndar illa skjótað inn hérna bara. Ég á því að þessi lögreglumenn, þessi 4 sem fóru þarna inn síðast þið munið að þeir fóru bara í kaffi eftir þessa aðgerð. Og þið sjá hérna meira segja í skýrslu ríkissaksóknara að vettvang, stjórnunin í höfuðstofunum var pirruð og þreytt. Það var að koma vaknatími, var í kaffitími, þannig að þeir vildu drífa þetta af. Og hérna, þannig að þetta stenst ekki nokkra skoðun. Og ýtir mjög undir kenninga mínar að þetta sé hannaður ferill, eins og svo frægt orðið. Nú síðan farið í þessu morð árás klukkan 6:41 og hann látinn 48 mínútum síðar. Reyndar 6:58 vil ég telja ykkur trúum að hann hafi úrskurðaður látinn á Landspítalanum. En við sáum að hann var borinn út með lag yfir sér. Þannig eru látið fólk borið út. Þannig að hann var steindrepinn í íbúðinni sinni. Og hérna segir aftur ríkissaksóknari hefur farið yfir þau gögn sem liggja málunum til grundvallar. Leyfum ykkur að fylgjast með þessu. Og hérna ríkissaksóknari hefur yfirfarið þau gögn sem liggja til grundvallar málunum áttu inn fyrir íbúð þess annað sem hliðsvonum áðurnefndum reglum og valdbindingu lögreglu og reglum sérsveitar notum gas, sú ákvörðun aðgerðastjórn sem sagt þessir sem eru að gaula í talstöðuna hvað á að gera og vettvangsstjóri sem sagt eru hugsanalausir róbótar sem gangum að drepa fólk og þessi gasmettun og þetta þá ber einnig að líta til þess að við segjum almannahættu sem var til staðar og hérna segir í næstu málsgrein sjáiði má lögregla því aðeins beita skotvopni gegn manni þegar önnur úrræður ekki tiltæk og brýna nauðsyn ber því til að lögreglumaður verjist lífshættulegri árás á sig eða þriðja mann yfirbúið að handtaka mann sem teljast hættulegir lífi fólks. Sævar svaraði bara áður áreiti frá lögreglu. Hann í þessu tilfelli, ég veit ekki hver voru aðstæðanir í Noregi, en í þessu tilfelli brást hann bara við árásum. Þannig að lögregla fellur á þessu prófi, svartstakka hauganir eins og ég vil kalla það. Lögregla aðeins beita skotvopni gegn manni þegar önnur úrræður ekki tiltæk og það ættingjar Sævars og ég og fleiri hafa beint á og það var heil sería af öðrum úrræðum sem þeir völdu að taka ekki og í upphafi máls þarna klukkan 2 þá var í raun engin hætta, hann var ekkert að beita henni byssu, hann var bara að spila tónlist mjög hátt og þegar þeir voru að brjótast inn í íbúðuna þá beitt hann byssu og þeir rýmdu ekki allt svæðið til þess að verja almannahag og forða almannahættu. Þeir stórjuku almannahættu með að byrja gasárás innum glugga með allt fólkið í kringum þarna. Þótt þeir teldu líka að það væri hugsanlega sprengiefni þarna í íbúðinni. Og þannig að þetta stenst enga einustu skoðun. Og síðan farið í tækniatriði. Þá
þá fundust 5 tóm haglabyssu skotilki. Hann sem sagt hleypti 5 skotum, hann Sævar heitinn. Og niðurstaðan, málið gaf ríkissaksóknari tilefni til að benda ríkislögreglustjóra þegar bara nokkur atriði sem betur mig að fara. Það var eiginlega ekkert sko. Þetta var eiginlega fullkomin aðgerð. Og ríkissaksóknari, lesum þetta er mikilvægt atriði. Ég ætla að bóla fram hjá þessum atburði. Sem sagt, nákvæm yfirferð ríkissaksóknara yfir öll gögn málsins gefur ekki tilefni til að draga í efa niður stöðu rannsóknar tæknideildar. Og rannsóknin hefur ekki sýnt fram á refsiverða háttsemi lögreglumanna við framkvæmd starfa sinna og hefur ríkissaksóknari lokið rannsókn sinna á málinu. Valdstjórnin hefur talað, hin heila valdstjórn hefur talað og hún hefur tilkynnt okkur íslenskum ríkisborgurum að hún búin að skrifa sér lög sem eru þess háttar að stakka blóðhauganir þeirra geta farið og drepið Íslendinga. Og síðan bara logið, bullað og bjálfað á eftir. Og þessi skýrsla hefur staðfest nánar allar kenningar sem ég var með málið. Og ég vil benda einmitt á að aðstendendur Sævars hafa sett stór spurningamerki við þetta. Og þannig að það er ekki bara ég sem að gaula þetta, það eru ættingjarnir líka. Ættingjarnir eru náttúrulega hlessa yfir þessu og og hvernig fjölmiðlarnir hafa tekið þátt í að reyna að svæfa þetta er alveg fáránlegt og það sem kemur ekkert á óvart að fjölmiðlarnir séu að reyna að hvítþvo vini sína í valdstjórninni. Hérna kemur viðtal við haft eftir Gunnari K.R. Jónassyni bróðir Sævars. Það sem honum finnst, hann sammála, við erum sammála, honum finnst skýrslan hvítþvottur og fálmkennd viðbrögð lögreglunnar við aðstæður sem hún réð ekki við. Þeir vissi ekki einu sinni hver maðurinn var fyrir en undir það síðasta. Reyndar lassasmiðurinn vissi það allan tíma sem kom hann að fyrsta hurðinni með þeim. Og engin refsiverð háttsemi. Hérna er ég 100% sammála Gunnari. Gunnar segir atburðarásin í Árbæ vera hræðilega fyrir fjölskylduna, samfélagið allt og ekki síst lögregluna. Reyndar er ég ekki sammála lögregluna því að þetta er bara nákvæmlega það sem verður að þjálfa þá í. Það er verið að þjálfa þá í að drepa fólk. Gunnar segir líka að hann, eins og ég hef sagt, þetta þurfti ekki að fara svona. Þetta er atburðarás sem er stýrða lögreglu og Sævar er hann allan tíman innukróaður. Og ég reyndar mæli með því fyrir okkur Íslendinga og ég býð mig hér með fram í slíka, ég býð mig fram sem dómara yfir þessu eða sem saksóknara yfir þessu eða hvernig það er, eða rannsóknarnefnd. Og það gengur ekki að láta valdstjórnina vaða svona áfram. Valdstjórnin á Íslandi er komin nánast yfir í herforingjastjórn sko. Þeir munu verða mun svæsnari. Fólk verður drepið. Þetta mun kosta Íslendinga mörg mannslíf ef við leyfum þessu liði að halda áfram. Og það stendur einmitt, það kemur fram orðið valdstjórn hjá þeim í þessari skýrslu, það sem að tala að þetta hafi verið svo flott og alveg samkvæmt valdstjórn, eins og valdstjórnin vill hafa þetta.
og þá spurningin, viljum við hafa þetta svona við Íslendingar? Þetta arfleið, eins og ég hef sagt áður, Björns Bjarnasonar og fasistana sem að hafa yfirtekið stjórn landsins og ekkert endilega persónugreina hann sérstaklega, hann hefur svona verið sá sem hefur verið sýnilegur, en það allt, þú veist, allt rotna liðið þarna bak við hann, þessi svokallaða valdstjórn, elítumafía, og hún með tök í öllum stórfyrirtækjum landsins, ríkisstjórninni, og að byggja sér upp núna lögreglu her, og Landhelgisgæslan hefur tekið þátt í alls konar hernaðarverkunum, þannig að það búið að þjálfa Landhelgisgæsluna í pyntingum og fleiri vopnaburði. Þetta stórhættuleg þróun og ég tel að þetta fólk eigi að fara í gæsluvarðhald meðan að borgaraleg nefnd rannsaki þetta eða borgaraleg apparatus, hvort sem það rannsóknarnefnd, dómstóll eða hvað það og ég býð mig fram í það. Sko, innanríkisráðherra, þessi, hvað kallar hann, saksóknari, ríkissaksóknari, yfirmenn ríkislögreglustjóra, allt fasista gengið frá honum Birni Bjarnasyni og svartstakka haugarnir. Þetta fólk á allt að fara beina leið í gæsluvarðhald með að vera að rannsaka þessi mál. Og ég vara Íslendinga við því ef þetta heldur svona áfram. Það mun hafa skelfilegar afleiðingar með sér fyrir þjóðina. Og ég þakka fyrir áhorfið. Ég hef nú ekki verið með vídeo í svolítinn tíma. Það mikla framkvæmdir á heimilinu. Og endilega minningur á stuðningsreikningi minn. Hann hefur komið sér mjög vel. Og reynda ég hef verið í MP-banka, ég neyðist þess að flytja mig sennilega. Þið eru nú ekki að senda mér einhverjar milljónir, sko. En þakka fyrir allt, þótt að sé ekki vinna með bara 500 kall, þá það frábært. Og þannig að við erum að flytja í nýtt hús, þannig að ég mun reyna að gera. Ég er búin að starta stúdíóinu þar, þannig mun ég væntanlega að gera fleiri. En endilega sendi ég, sko, fólk hefur verið að senda mér upplýsingar. Og þið vitið einmitt þarna eitt punktur sem ég gleymdi að segja ykkur, það svona á þessu tímabili 96 eða 2000 í þessum ferli þá var breytt nafni lögreglumenn fengu ekki lengur að kalla sig lögregluþjóna og þá kom allir þessi hugsun valdstjórnina og þeir mega ekki kalla sig lögreglukonur, þeir eru lögreglumenn, herrmenn, lögreglumenn. Þeir með ekki kalla sig lögreglu, ef þú ert lögreglukona eða vinnur í lögreglu og ert kvenkins, þá máttu ekki kalla þig lögreglukonu, þú ert lögreglumaður. Og þetta fellur undir þessa heilaþótta kenningar mínar. En endilega sendið mér viðbrögð, ég mun hugsanlega fjalla meir þetta mál. Og þetta stór alvarlegt mál sem við þurfum að gera miklu meira úr þótt að sé verið að reyna að grafa það undir heimsmeistarakeppninu núna á föstudaganum 13. með nákvæmlega 13 síðum. Takk fyrir og bless.